Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér að Lýður Guðmundsson sem forstjóri Existu. Vertu velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hagnaður fyrirtækisins nam 50 milljörðum króna á árinu 2007 samkvæmt tilkynningar ykkur. Ekki alveg eins og kannski markaðurinn horfir á þetta? Nei, það má kannski til þess að færa. 50 milljarðar svo hagnaður sem að fyrirtækina samstæðu Exista skiluðu á síðasta ári. Hins vegar svo framkom á kynningafundi okkar í morgun og í ársreikningi félagsins. En það kemur fram að svo kallaður fair value reserve var neikvæður um 1 billjón evra. Já. Og ef menn vilja það við hafa það geta dregið það frá eigin fínu. Nú hins vegar teljum við ekki rétt að gera það að þessu sinni, en komið til þess að þessar aðstæður á markaði verði langvarandi munum við að sjálfsögðu gera það í samræmi við reglur. Já. Með við markaðsverð eigna Exista áramót þá eigið fé ykkar ekki hvað þá 2,4 milljarðar króna heldur en 1,2 milljarðar eða 19% eigið fjárhlutfall. Nei, það er enda ekki alveg rétt, 1,4 milljarðar áramót. Eigið fé í dag hjá okkur, eigið fé grunnurinn er 1,5 milljarður. Við gáum út nýtt fé áramót, fyrir áramót på 250 milljónir í svokölluðu hybrid instrument, sem kannski undirstrikar enn betur þessan undirbúning sem Exista við hafði fyrir þessa krísu. En svo undirbúningur hefur sjálfsögðu staðið alveg frá því í ársbyrjun 2007 þegar við tókum ákvörðun það að hverfa frá því að fjármagna okkar viðskipti með veði í hlutabréfum okkar og tókum upp það sem við köllum svona svipaða fjármagn eins og bankar gera. Og þar með eru eignir okkar ekki veðsettar til tryggingarskuldunum, heldur eigið félagsins sjálft, og þar með hefur þessi niðursveifla á markaði komið ekki sýtla við okkur eins og marga aðra sem hafa þetta að selja eignir. Já. Ég vil aðeins koma inn á það, margir sérfræðingar sem ég hef talað við bæði í gærkvöld og í morgun hafa gagnrýnt það að Exista þið horfið aðeins og þið gefið upp þannig sé afkomutölur aðeins öðruvísi og útreikningarnir aðeins öðruvísi heldur menn myndi vilja sjá. Það er eins og þið sé aðeins að reyna svona að hagræða sannleikanum eða láta þetta líta betur út heldur en það í raun og veru er. Hvað segir við þessari gagnrýni? Já, ég segi að svo gagnrýni sé ekki rétt með vegna þess að það hefur verið skýrt tekið fram í öllum okkar tilkynningum og gefnar upp allar tölur sem þarf til þess að menn geti komið eftir að réttir í niðurstöðu þar sem þið vilja reikningum okkar. Okay. Maður sjá hérna tapi á fjórða ársfjórðungi nam 25 milljörðum króna. Það er svolítið mikið tap, mun meira en greinendur gerur ráð fyrir vegna þess að þið losið ykkur frá veltubókinu og seljið stöðutókur á fjórða ársfjórðungi. Breytið þessi ráðstöfun að losa við eigin viðskipti í eðli félagsins og hefði kannski verið ástæða til að gefa út ákveðin viðvörun? Ég held að þarna komið tvennt til. Í fyrsta lagi þetta breytir ekki eðli félagsins. Exista eins og önnur félög eru í stöðugri þróun. Við tókum þá ákvörðun á fjórða fjórðungi að okkur leist ekki á stöðumörkuðum. Við tókum þá ákvörðun að selja eignir sem voru í þessari veltubók sem var það byrð svona 1 billjón evra þegar mest var. Ákvörðum að taka það tap og afskrifa, loka deildinni, minnka kostnað, auka og bæta lausfjárstöðu félagsins fyrir áramót. Með þessu var til tap þegar þessar stöðu voru það var undirvonað þessum stöðum. Við töldum ekki rétt að koma fram með viðvörun þetta onni svona allan það kjaftasögu sem hafa gengið við félagið í janúar og töldum frekar að það myndi auka enn frekar á kjaftagang. En það hafa alltaf verið margar sögur sem hafa gengið við félagið núna í janúar sérstaklega og það hafa gengið út á lausfjárstöðu. En eins og framkom í uppgjör okkar þá var lausfjárstöða okkar afar sterk. Við erum með lausafé fram undir og fram yfir mitt næsta ár 2009 og það mætti hvaða fjármálaráðherra sem vera stolt af því. Og í öðru lagi hafa gengið sögur okkar eigið fé sem eru rangar jafnframt. Það var uppburið en eins og framkemur í dag þá var það 22%. Já. Og í þriðja lagi hafa menn verið að tala að við myndum neðast til að selja okkar kjarnaeignir sem er rangt jafnframt og svo hafa menn talað það að Exista sé í vandræðum sem er jafnframt rangt. Þrátt fyrir þessar gríðarlegu lækkanir á gengi bréf ykkar? Já, það er kannski það sem það skilur á milli að það er rétt að verðmæti hafa tapast og það er afar leitt. En menn verið að skilja á milli þess að verðmæti hafi lækkað og menn sé í vandræðum. Og við erum ekki í vandræðum vegna þess að við byggum vel í haginn áður en að því koma markaðu lækkuðu. Já. En þá hefði kannski upplýsingar líka flæðið hefði kannski mátt vera líka betra og þeir hefur líka verið gagnrýndir fyrir það að vera ekki nógu duglegir til að láta vita þegar til dæmis einhverju svona rangar fréttir koma fram. Já, svo gagnrýni er örugglega til réttmætt. Við höfum svo sem ekki verið mjög við höfum ekki verið mjög æstir í það að tjá okkur starfsemi félagsins í blöðum. Sem býr til kjaftagang. Sem að getur gert það, ef menn vilja það við hafa.
Við töldum hins vegar ekki rétt að koma fram og á svokölluðu svona hljóðlátu tímabili fyrir uppgjör og tjá okkur einstakar sögur, en það hins vegar erum við að gera í dag og með uppgjörinn í dag held ég að flest ef ekki allt það sem spjallað hefur við félagið undanförnum mánuðum hafi verið hrakið tilbaka. Varðandi uppgjörsaðferðir ykkar, þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti sem þið eru gagnrýndir fyrir uppgjörsaðferðir, til dæmis í 9 mánaða uppgjörinu voru þið, menn allavega fundu að því að þið endurmáttu óskráð félag í Austur-Evrópu sem enginn fékk að vita hvað var. Já. Hvaða félag þetta? Já, því miður þá er staðan ennþá svo að ég mun ekki upplýsta það hér. Hvers vegna ekki? Það af samkeppnisástæðum. Samkeppnisástæðum? Já. Okay. Það er svoleiðis með rekstur allra fyrirtækja, hvort sem eru skráð á markaði eða ekki. Það alltaf eru einhverjir hluti sem ekki er hægt að upplýsa markaðinum. Hvort sem það er stöðutaka, það eru upplýsingar stöðutök í félögum, það eru upplýsingar fjármögnun, það eru upplýsingar viðskiptakjör. En svona verður til ótrúveruleiki til dæmis eins og með þetta, því að þetta uppgjör þá kom alveg svakalega óvart, langt frá því sem menn bjókust við. Ég verð að segja að það hafi ekki komið svakalega óvart. Þarna í 9 mánaða uppgjörinu þá færðu upp þessa eign 60 milljónir evra, sem var til þess að tekjur okkar jukust, ef ekki að segja minimal, yfir þessa 9 mánuði. Þegar tekjurnar okkar á 9 mánaða tímabili voru 800 milljónir evra, þetta voru 60 milljónir. Þetta var innan við 10% tekjunum sem þarna var að fást um. Er þetta félag sem þið eigi ennþá í dag? Já. Í hvað landi er það? Það er í Austur-Evrópu. Það er ekki land. Nei, það er landsvæði. Það er landsvæði, það er rétt hjá þér. Heyrðu, en þú segir að það sé ekkert til í því að þið hafið þurft að selja á nokkurinn tímapunkti. Mínar heimildir segir mér og menn í viðskiptalífinu segir að eftir þennan svarta miðvikudag sem við kölluðum, sem að þessum Exista fór niður 11% og var búið að lækka mjög mikið nokkra daga undan, að hefðu við fengið 2 svona dagi viðbót og þá hefðu þið verið í skítamálum. Og það er rangt. Það er algjörlega rangt. Já, það er rangt. Já. Og það er kannski svona sem maður kemur aftur á, það er þetta með undirbúningin fyrir það sem menn eru að gera. Og eins og kom fram í tilkynning frá okkar 10. janúar lausafjárstöðu félagsins, það sem kom fram hún var í 50 vikur. Í dag erum við að segja í gærsöðum var í 69 vikur. Eftir tilkynningu Margrétar Kaupþings í gær, þá voru hún 81 vika. Já. Að menn hafa greinilega ekki tekið nógu vel eftir þegar við tilkynnum þetta. Já. Þannig að það er ekkert að eiginfjárstöðinu hjá ykkur? Nei, eiginfjárstöðan er traust, lausafjárstaðan er frábær og okkar eignir, þessar eignir sem við eigum eru náttúrulega frábærar og þær eru náttúrulega bestu eignir í sínum flokki hversin litið er. Það er Kaupþing, það er Sampo, það er Stóribrand, það er Bakkavör, það er Síminn, það er Vís og Lýsing. Já, og talandi Vís, orðarómurinn sá að þið hafi ætlað að selja það fyrirtæki. Já, það er nú ein vitleysan í viðbót, það er alrangt. Og ég veit ekki eiginlega hvaðan svona dúkkar upp nema kannski í miðlunarblöðu bankana, helst kannski. Það er kjaftagangur innan bankanna eins og annars staðar. Jú, það verður að vera. En það er kannski ekki skrítið þegar menn koma síðan ekki fram og fyrr en núna reyndar og segja hvað er rétt og hvað er rangt í þessu. Menn segja reynda líka það einmitt, og þú segir greinilega þetta sé rangt, að þið þurfi að hafa fókusin aðeins skýrari og byrja aðeins að þrengja og byrja að selja ákveðnar eignir til að geta hugsað kannski stærstu og flottustu eignirnar ykkar. Já, ég held að það veit sanns við að færa. Ég held að það sé skynsamlegt í dag að minnka og draga úr áhættu. Og við höfum gert það svona, já, ég segja að við höfum gert það systematically. Frá því svona í október, með því að losa þessar eignir sem voru í okkar eigin bók, með því að lengja í fjármögnun okkar, með því að gefa út þessa equity nótu eða hybrid instrument fyrir áramótin, þá vorum við að búa okkur undir það að það yrðu hardir tímar á þessu ári. Já. Og ég held að viðskiptamótið Existu hafi sannað sig með mörg önnur viðskiptamótið þar sem menn hafa kannski færið á hnén eftir 2 vikur í erfiðu markaði. En menn hafa þetta erfitt með að trúa því að við rekum annað mótil en ég held að það hafi sýnt sig í þessum afar erfiða markaði. Að það er valid. Já. Hvað ætlaði að gera með Sampo og Stóribrand? Við hyggjumst eiga þessar eignir áfram og við hyggjumst fylgja þeim alla leið og setja af okkur, ég hef ekki að segja þann verðþrýsting sem er á þessum eignum vegna þess að menn trúa því að við séum seljendur. Já. En þetta er náttúrulega ekki, þetta eru hluti sem við þannig eins og í Sampo, þið ráðið einhver, þetta er bara hlutabréf. Já, við ráðum jafn miklu á næstu hluthafi. Já. Þið alveg samstíga í stjórninni í öllum ákvarðunum ákvörðunum þeirra? Við komum fram í fyrra og sögum til þessum í Sampo til dæmis að við styrnum stjórnina. Það félag hefur rekið með miklum hagnaði undanfarin ár og ekki líkur á það verið láta á. Já. Og meðan að svo þá erum við náttúrulega ánægðir við og okkar eina markmið er að búa til verðmæti fyrir hluthafa Existu þó það ekki tekist mjög vel undanfarna mánuði. Nú er sterkur hluthafalisti í Existu. Ætlar þessi hópur að setja inn meiri pening eða hvað ætlaði að gera í þessum málum? Já, eins og staðan hjá okkur í dag, þá er ekki þörf á því, en komið til þess, þá eru stærstu hluthafarnir tilbúin til þess, já. Hver eru veikleikar Existu? Það verðist bara allt verið blússandi blóma.
Nei, að sjálfsögur náttúrulega veiklinni þegar við berum mikla markaðsáhættu og verðmæti hafa tapast. Og það kannski veikleikinn okkar að við berum markaðsáhættu og verðmæti hafa tapast. Hins vegar eru við með okkar lausafjárstýringu og áhættustýringu reynum við að lágmarka það tap í fyrsta lagi, öðru lagi að passa það að okkar eignir fara ekki á brunaútsölu og það góða eignir eins og svona þrýstingur hefur verið og menn hafa svona viljað meina að við þyrftum að gera. Já. Og ef þið myndir náttúrulega gera það, þá myndir þær náttúrulega þær eignir fara eins og í Storebrand og Sambó, þá myndir þær náttúrulega fara bara markaðsvirði sem ekki jafn hátt eins og þið myndið eignirnar á. Til dæmis. Já. Engar áhyggjur af því? Nei, ekki vegna þess að við erum að lausafjárstaða okkar er svo góð að það kemur ekki til þess. Já. Er að koma til uppsagna innan ykkar raða, það er orðrómurinn N1 sem gengur. Já, það er enda rétt. Við vorum að loka þessu deski hjá okkur. Já. Sem sagt miðlaraborðin okkar eða eigin bókinni og eins og við komum aðan þá það sem er í rekstri hvers fyrirtæki þá þurfa menn að fara í naflaskoðun og sjá sig þegar það þrengir að skoða og við erum eins og önnur fyrirtæki, við pössum upp á það. Hver ætlið að segja upp og hversu mörgum? Við erum búin að segja upp 4 og það verður ekki fleiri en sagt upp. Ekki fleiri en sagt upp? Nei. Hvað innan fyrirtækja existu eins og Bakkavör og engar uppsagnir fyrir þar. Engar uppsagnir? Og ekki á næsta hálfa árinu? Nei. Okay. En hins vegar kannski er ágætt að koma því að það er leiðilegt sem að hver maður gerir í rekstri fyrirtækis er að láta fólk fara. Já. Og það er mjög réttir að greppir að en ef að fyrirtækinni að lifa þá verður það að þróa sig áfram. Já. Sérðu fyrir þér að Sprún og Kaupþing sameinist? Nei. Ekki? Nei. En innan fjármálageirans einhverja sameiningar? Ég held að það sé ekki ólíklegt að einhverja sameiningar verði innan fjármálageirans. Þetta eru erfiðir tímar og það er ekki bara Exista sem er í erfiðleikum. Ég held að flestar fjármálastofnanir í heiminum hafi lækkað ég sé ekki flest en marga þeirra hafa lækkað 50% fastagildi. Það mun örugglega leiða til sameininga þegar menn leita hagræðingar. Við höfum hálfa mínútu eftir, mig langar aðeins að fara út í SEB en skildamálið. Þeir voru brjálaðir út í mokkan þegar þeir sögðu að þeir tóku reyndar bara þarna greiningu SEB og sögðu hvernig hún er. Þetta er reyndar virtu banki en allir eru sammála að þetta hefur verið illa unni skýrsla. Já, við erum náttúrulega verið mjög reiðir því að Morgunblaðið hefði ekki samband við okkur og leiði okkur að tjá okkur þessa skýrslu áður en þetta var sett í blaðið. Og hún alltaf var alröng og var sett á forsíðu blaðsins sem ég held að verið mjög óábyrg fréttamennska og ekki sáttir. Nei. Ertu bjartsýnn viðskiptalífið örstutt? Ég held að sé hóla bjartsýnn. Ég held að menn sé að taka því saman andlitinu og menn sé að stíga á bremsuna sem er rétt að gera. Við viljum sjálfur stíga á bremsuna. Hvernig verður komnir út úr þessu ástandi? Ef ég vissi það, þá væri ég ekki hér, ég var að veðja það. Takk hérlega fyrir komuna. Takk. Hádegisviðtalinu er lokið, það verður á sínum stað á mánudag, verið þið sæl.